Já, Andri, fyrstu viðbrögð eftir 4-0 tap? Feginn að þessi leikur búinn. Við áttum ekki séns í það. Það var ekki góðnar það. Þannig að nokkuð vel sloppið held ég bara 4-0. Hvernig uppleggið í seinni, 3-0 undir og fáið okkur urmul marktækifæri í seinni, en samt einhvern veginn tekst það mikið að skora, eitthvað sem kemur frá ykkur eða bara hefni? Já, við lögðum svona aðeins meira í seinni hálfleikinn, lögðum okkur aðeins meira fram og vorum nær mönnum og það var sennilega hjálpað. Þegar fyrir hálfleikurinn var, já, ég sammála því, við báðum hálfleikunum að við geta fengið fleiri mörk á okkur en 4-0 starfinn. Tókstu út af eiginlega bestu leikmennina hérna bara í hálfleik, ekki sammála um það? Já, maður tekur ekki bestu leikmenn út af en kannski... En einhverja aðeins betri allavega, varstu farin að hugsa um KR-leikinn? Já, ég meina við erum bara í þéttu prógrami, bæði erum við með annan flokk spil í vikunni, KR, svo hefur Fylki heima og svo aftur annan flokk. Við erum með rosa þunnan hóp, þannig að já, við erum aðeins að pæla í því og spjöld og annað. Algjörlega, svona framhaldið hjá ykkur, þið eru ekki í fallsæti en þeir eru nálægt pakkanum. FH var að vinna sinn leik á móti KR áðan. Ertu eitthvað stressaður fyrir fallbaráttunni eða? Já, við erum í rauninni bara í henni, alveg eins, skilur við þurfum að ná í fleiri stig. Við erum ekki búin að ná því sem okkur, markmiðin sem við settum okkur að gera betur enn í fyrra. Við þurfum klárlega 3-4 stig viðbót til þess að vera öruggar í sælteild. Þannig að við þurfum að aðeins að bara fara að taka okkur saman og gera betur. Langar að spyrja út í Auður Skeiðing. Guðni spila leikinn í dag því að Valur leyfir Auði ekki að spila. Hvað finnst þér að Valur ákveði þetta, að leyfa Auði ekki að spila gegn sér? Það bara flott. Þeir bara eiga hana á og ráða því, ekkert má. Bara svo sem ekkert það að segja. Já, ok. Takk hérlega, Andri.